Já, einmitt. Ég heiti sem sagt Berglind og þetta hérna með mér er Áslaug. Við erum reynda báðar að vinna hjá Verkís og verkfræðistofu og við ætlum hérna að kynna í dag sem sagt verkefni sem við erum að vinna í gegnum rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar og fara aðeins í gegnum það hvað við höfum verið að gera. En bara svona rétt áður en við byrjum, nei, þetta er seinasta. Svona kann ég vel á fjárstrengar. Bara smá áminning, af hverju aðgengi? Af hverju erum við að fara út í aðgengisaðgerðir? Ég þekki svolítið vel til aðgengisferlisins eins og það var í Svíþjóð og ég veit að í byrjun var svolítið mikið spurt af hverju erum við að þessu? Ekki svo fáir sem lifa með skerðingar? Og það var svona, borgar þetta sig og allt þetta, en svo er bara spurningin, erum við kannski ekki alveg að gera okkur grein fyrir hvað það eru margir sem lifa með skerðingar? Og eins og staðan er í dag, 15% af íbúum jarðarinnar sem lifa með einhvers konar skerðingar og það getur verið allt frá því að vera með gleru eins og ég og frá því að vera nánast algjörlega ósjálfbjarga. Og þetta hlutfall fer síhækkandi og það helgast af því að við sem íbúar jarðarinnar erum að eldast og eftir því sem við eldumst þá lifum við með meiri skerðingar. Og ég veit ég er umferðarverkfræðingur en ég kann samt aðeins í þessu líka. Og já, hvernig? En þumalputtareglan er svo að ef við hönnum með veikasta aðilann í huga að þá gagnast það öllum. Fólk sem lifir með tímabundnar skerðingar eins og ef það er í gifsi, fólk sem með barnavagn, ferðatöskur, þetta gagnast öllum. Það eru allir sem gagnast að því að við hönnum með tilliti til veikasta aðilans. Og markmiðið okkar með aðgengisaðgerðum er að við búum til samfélag þar sem flestir geta að lifa sjálfstæðu lífi og geti verið virkið þátttakendur í samfélaginu. Já, takk. En ég ætla aðeins að segja hver var kveikjan af verkefninu og af hverju fórum út í þetta verkefni. Áslaug Katrín er landslagsarkitekt og lærir í Noregi og hefur unnið þar og unnið svolítið með algilda hönnun í útiumhverfinu og ég, Berglind, er umferðarverkfræðingur og ég lærði í Svíþjóð og var með áherslu á aðgengi og öryggi fyrir gangandi vegfarendur. Og svo byrjuðum við báðar að vinna hjá Verkís fyrir 1,5 ári síðan og fengum inn á borð til okkar meðal annars verkefni í Noregi þar sem við höfum að skoða svolítið universell útforming eins og þeir kallaði eða algilda hönnun. Og ég hugsaði með mér bara svona, þetta kann ég, nú er ég á heimavelli, yes! En svo var bara það ekkert málið. Það var bara ekkert þannig og það er reglur sem ég kannast við í Svíþjóð voru ekki til staðar í Noregi. Það er ekki mikill munur, ég ætla ekki að segja það, en það var samt ekki samræmi á milli landana. Og við vitum að það er fólk að koma frá Noregi og Svíþjóð og Danmörku og er búið að vera að læra þar. Og við byrjum að hugsa með okkur, ok, er vissast að fara að upplifa það er fólk að fara að koma kannski eins og menntaðir eins og ég, umferðarverkfræðingar og fara að setja niður sína reglur eftir því sem þeir eru búin að læra og svo gera þessi grein fyrir býtu allt í einu erum við komið misræmi í hönnun af því það er ekki allir búin að læra það sama. Og þess vegna fannst okkur ótrúlega áhugavert að prófa að taka þetta saman og sjá hvað við myndum, hvort það væri mikið ósamræmi eða hvort það væri svona nokkurn veginn samheldni á milli lagana og reglugerðanna. En svona, ég ætla aðeins að fá fyrst ég hef tíma þá langum við aðeins til að skerpa á hugtökunum sem við Áslaug höfum verið að nota og bara svona til að staðsýta verkefni okkar aðeins. Og þá ætla ég fyrst að tala hugtakið aðgengi og hugtakið sem að við höfum verið að notast við og nú er ég rosalega hlutlaus en það var sett fram af leiðbeinendum mínum í náminu og er víða notað fyrir aðgengi að því í því samhengi sem við erum að tala í dag. Og samkvæmt þeim, leiðbeinendum mínum, að þá er aðgengi sú pressa sem að umhverfi setur á einstakling með ákveðna getu. Og aðgengi er meira hlutlegt hugtak og það er vísun í staðla og kröfur og hversu vel við fylgjum þeim. Svo er hins vegar hinn hlutin af aðgengi og það er notagildi eða á ensku usability. Ég veit ekki til þess að þetta sé mikið ég veit ekki hvort þetta sé mikið nota hugtak á Íslandi en ef þið hafa eitthvað betra fyrir mig á íslensku þá bara endilega mig að láta mig vita. En notagildi er meira það hvernig einstaklingurinn upplifir þær aðgengisaðgerðir sem við förum út í.
og hversu vel hann getur nýtt þær. Og nú ætlum ég að taka smá dæmi eins og til dæmis ef við segjum að við setjum kröfur að bekkir eigi að vera staðsettur á 100 metra fresti og við förum á okkur ákveðinn stað og það er bekkur til staðar, þá er kannski ekki margir sem getur nýtt sér þennan bekk, en hann uppfyllir samt allar staðla og hann uppfyllir aðgengiskröfurnar sem við setjum, en hann er ekki nothæfur. En sem betur fer, þá setjum við nú yfirleitt líka kröfur það hvernig eiga að líta út, en stundum eftir aðstæðum þá eru þeir ekki nothæfir. Og notagildi samt rosalega mikilvægur þáttur fyrir aðgengi að því við sem samfélag getur sett ákveðnar kröfur og uppfyllt þær en notandi geti hins vegar upplifað litlar sem enga breytingar. En svo það síðan þriðja hugtakið og það algild hönnun og ég bara ítreka þetta það sem eins og var sett fram af leiðbeinendunum mínum og þess sem ég búin að nota mikið og langar rosalega mikið svona til að koma þess inn. En algild hönnun meira ferlið sem við erum að fara út í. Það þessi hugsunarbreytingin og þessi nýja nálgun sem við tökum við hönnun. Þegar algild hönnun orðin hlutur af lífin okkar á samfélaginu, þá þurfum við ekki lengur aðgengiskröfur. Þannig að algild hönnun markmiðið okkar. Þangað viljum við ná. En nú er ég örugglega búin að drepa ykkur að leiðindum, en ég ætla að leyfa Áslaugu að fara í gegnum úttektina sem við gerðum. En bara svona, ég ætla bara líka að nefna það þá að verkefni sem við höfum verið að vinna snýr þá aðalega bara að aðgengi. Við höfum ekki verið að skoða, í litlu mæli skoða notagildi og engum mæli skoða þá algilda hönnun. Við höfum bara í rauninni, eða nánast bara verið að skoða aðgengi í þessari úttekt. Áslaug? Já, komið sæl. Áslaug Katrín heiti ég, eins og Berglind hafa búin að kynna. Við fengum þennan styrk til þess að gera úttekt og samanburð á reglum sem eru í gildi á Norðurlöndunum. Vegna þess að það mikið líkt, þegar rætt kröfur og hönnunarforsendur, þá þeirra mörgu leyti líkar, þó ekki alveg. En svo kannski útfærslurnar ekki alveg samræmdar, þannig að það auðvelt að misskilja til þess að ferðamaður að fara á milli Norðurlandana og þú ert vanur því að einhverjir skilaboðum komið til þín með ákveðnum hætti með mismunandi yfirborði og slíku, þá það ekkert samræmt á milli, svo það auðvelt að misskilja. Verkefni sem sagt áherslan hjá okkur í samgöngu og umferðarumhverfi eins og eðlilegt hlýtur að teljast og það þá stígar og stoppistöðvar og almennt það bara geta komist í umhverfinu, helst að sjálfstáðum og við skoðum þá hvaða staðlar eru gildandi það. Við kíktum á hönnunarforsendur og í þeim þá verðum við að tala breidd og lengd og halla og hæð og mun og snúningsradíus og annað og svo auðvitað hvað líkt og hvað ólíkt. Síðan eru þættir sem að fylgja þessum forsendum og þá erum við að tala hvað viðkemur göngu- og hjólastígum, hvernig eru niðurtektir á gangbrautum, lýsing eru kröfur þær og þá hvernig og eins og sjáið götugögn upplýsingar sem þá allskyns skilti og þeir kemur að göngum og göngubrýrum, hvernig höfum við okkur þar og gróður og svo að sjálfsögðu stór þáttur sem mikilvægur talning þar sem við búum á landi sem ýmsra veðra von og geta komið eins og við erum að upplifa núna, mikil snjóþyngsla, það þetta viðhald af vetri og sem að getur skapað hálku og óþægindi og það að maður innilokar einhvers stað, þó að sé búið að ryðja kannski megin stíg og annað, þá situr maður fastur hinum megin við ruðninginn og svo líka þá hreinsa lauf og annað. En ein svona skemmtileg yfirlitsglæra. Það sem sést að það svona nokkuð samræmi, það talið upp á þessari glæru nokkuð stærðir og það ekki samræmt til dæmis bara hvernig hönnunarforsendur eru varðandi mál fyrir hvern einstakling, mál fyrir til dæmis hjólastól og hvaða pláss hver og einn talin þurfa. Þannig að til dæmis bara þetta ekki alveg eins á milli landanna.
lengdarhalli til dæmis, þetta eru vísi tröppur en ekki stígar, það er hérna mynd af bröttum tröppum og það eru til dæmis bara kröfur og lengdarhalla á stígum er gríðarlega mikill munur á allt frá 1/20 og upp í 1/40-50 í Svíþjóð, þessum nánast flatt, þess að þeir vilja nálgast. Síðan höfum við hort á hönnun og forsendur eins og þær hafa áhrif á okkur daglega líf og það getur vera ýmislegt sem að hamlar okkur að komast Það getur snert hreyfigetu og það getur snert sjón og heyrnarskerðingu og svo hefur fólk mismunandi getur til að skilja merkjamál, þannig að það er mjög mikilvægt að það sé skýrt og svo sjálfsögðu eins og ofnæmi og annað, þá kemur við meðal annars að gróðri og efnum sem eru notuð og fleiru. Og svo eru þetta einhver sem búa við, eins og það sem að Berglind skoðaði í sínu doktorsverkefni, þá var hún að skoða eða með áherslu svolítið mikið á eldri borgara þar sem að þeir stundum glíma við fleiri þætti. Kannski aðeins farnir að missa heyrn, aðeins farnir að daprast sjónin og fleira, hreyfigetan orðin, hefur eitthvað dregið úr henni kannski líka. Það er að mörgu leyti ágætt, eins og ég sagði áðan, samræmi milli landana og eins og myndirnar hérna sína þá erum við að tala um hvernig til dæmis bara við röðum upp upplýsingum og það sem er kallað götugögn, eins og til dæmis ruslatunnur sem að allt í einu sprettur upp þarna í miðjum stíg og ætti alls ekki vera þar. Ef til dæmis sjóndapur einstaklingu ferðast stíginn og allt í einu mætir það er engin fyrirværi, það er engin viðvörun og væntanlega hefur þessi tunna átt að standa yfir hlið stígarins. En síðan eru notaðir ýmsir fletir eins og er sýnt á miðjumyndinni að það er breyting, það eru notaðir það eru litakóðar þannig að það eru kröfur að þessi ákveðin litamunur til þess að vekja athygli á til dæmis stefnubreytingu eða þú ert að koma að gönguþverun eða þú ert að fara að beygja og svo ýmislegt fleira. Varðandi lýsingu þá er nokkuð góður samhljómur í stöðlunum sem að gilda þetta sem við tókum fram. Þetta eru bara þessi 3 lönd, það er Noregur, Danmörk og Svíþjóð, við skoðum staðla og reglur þar. Það eru auðvitað kröfur um lágmarkslýsingu, það eru kröfur um áherslulýsingu og það eru kröfur staðsetningu en ekki alltaf fylgt og staurarnir til þarna eru innan við leiðarlínur meðfram kanti þannig að þeir hefðu kannski betur verið staðsettir á annan hátt. Og þegar við mætum tálmunu sem við eigum ekki von á, einhvers konar hindrun í aðgengi þá og það er auðvitað mjög gott að geta brugðist við eins og er gert á myndin sem er sýnd hér, það eru tröppur og þetta reyndar svæði sem var byggt löngu eða fyrir mörgum áratugum síðan og þessu hefur verið reddað með því að leggja plötu ofan á tröppurnar til þess að reyna að komast upp og þú kæmist það vissulega með aðstoð en auðvitað er indælt að mæta umhverfi það sem hefur verið hugsað alla þætti og hannað með alla í huga frá byrjun og yfirleitt er hægt að leysa málin nokkuð vel. Þú fer aðra leiðir, þetta er önnur hugsun eins og Berglind minntist það áðan, við þurfum að temja okkur það að við hönnun þá séum við með alla í huga. Og svo er þetta með að það er líka svo mikilvægt að upplýsingar skili sér á milli hópa, notenda, hönnuða og svo þeir sem að byggja. Þannig að til dæmis þegar verið að byggja svæði sem hafa verið hönnuð með algilda hönnun og alla í huga, að það skili sér inn í svæðið og sé rétt framkvæmt, samkvæmt reglum þarum. Leiðarlínur og áherslufletir, það eru þessir
fletir, yfirleitt 30 cm einingar sem svo raða saman á mismunandi hátt. Þær eru ýmist með rákum sem gefur til kynna stefnu eða punktum sem þá ætlað að vekja athygli á einhverju. Og svo þessu blandað saman. Þarna sáum við nokkuð mikið ósamræmi milli landanna og eiginlega mjög mikið. Til dæmis þetta að stefnu eða leiðarlínurnar þeim raðað upp til að gefa til kynna að nú að skipta átt eða þú sést að koma að krosskoti með stíg, þá eru norðmenn með leiðarlínur sem snúið 90 gráður á þá átt sem að þú gengur til þess að vekja athygli á, já, nú eitthvað að gerast. Núna eru einhvers konar möguleikar eða val hvaða leið þú vilt fara. Í Svíþjóð þá eru notað sléttarhellur til að gefa þetta til kynna og svo í Danmörku þá eru aftur konar uppleiftar og aðeins mismunandi stærðir. Þetta getur til dæmis verið fyrir sjóndapran einstakling erfitt að muna, læra, ferðast kannski mikið á milli og þá þarftu sífellt að læra nýtt tungumál í hverju landi. Og athyglisvert að sjá til dæmis þessu ólíku notkun. Og svo þetta með niðurtaktir þegar þú kemur að þverun á götu, þá ekki sömu reglur sem gilda þar og það getur haft áhrif að fyrir einn notendahóp sem á kannski erfitt vik við og ekki með fulla hreyfigetu og þá geta kantar verið óþægilegir og verið tálmi meðan sjónskertur einstaklingur notar þessa sömu kanta til þess að rata og vita hvar kanturinn hvar á ég stoppa. Þarna líka munur, þar eru norðmenn með 2 cm kant meðan að Svíar draga hann alveg niður í 0. Já, endilega betra. Og því þekki þetta. Svíar þeir skilja eftir kant fyrir þá sem setja leiðarlínunar upp á kantinum og svo að fólk rati þangað og svo taka það niður við hliðina, þau með niðurtekt. En í Noregi þá þetta bara allt saman tekið niður. Eins og takk Berglind. Það ekki mynd af akkurat þeirri lausn, það svona oft helmingur í Svíþjóð sem sagt af gönguþverinu þar sem niðurtekt og svo stallurinn skilin eftir. Það líka eiginlega gert í Danmörku, þá skilja líka eftir kantinn nema bara þeir eru með niðurtektinni breiðari hjá þeim, þannig að það í rauninni ekkert samræmi þarna á milli landana. Og svo líka útfærslur á þessum sömu atriði þó að þessi verið að fylgja reglum við byggingu á þverunum sem eru sýndar á glærunni sem núna á skjánum. Þá þetta samt sem allt frá sama landi, þetta allt í Noregi. Og ein af þessum niðurtöktum í Bergen og 3 í sama bæ. Þannig að það líka mikið ósamræmi eða fjölbreytni, það svona því hvernig á það lítið. Síðan komum við og skoðum að sjálfsögðu bílastæðahús, kröfur þar mikill munur á stærðarkröfum og nokkur munur á kröfum fjarlægðað inngangi og umferðarleiðir á bílastæðum líka. Kannski rétt að geta þess líka að það eru að sjálfsögðu fleiri þættir sem við tökum saman í skýrslunni og en ekki farið yfir allt hér, fannst ekki gefast tími til þess. Þegar kemur á gróðri og gróðurnotkun, þá það nokkuð svona fremur lítill munur þar á milli kröfum og áherslum milli landa. Þetta varðar umfang og hæð gróðurs, fjarlægð frá kanti og svo að sjálfsögðu lista með ónæmisvaldandi plöntum
En það eru mismunandi kröfur samt staðsetningu þeirra og það fyrir það líka eftir hvort það verið að vinna í að hönnun og framkvæmdum í þéttbýli eða dreifbýli. Það eru svona nokkuð áþekkar reglur líka viðhald gróðurstíga, vissulega þarf að halda honum í skefjum þannig að hann fari ekki að skaga greinar yfir of lágt yfir stíg eða út í stíg. Og svo þetta með viðhald líka, þá erum við að tala aftur snjó og lauf og annað sem getur skapað hættu og hálku. Já, það er nákvæmlega þessi glæra, það sem verið að tala viðhaldssvæða bæði að vetri og sumri. Til dæmis eru mismunandi kröfur hvernig brugðist við snjó og snjólægi. Það sem í dönskum handbókum kemur fram að þetta eigi bara að vera frítt við snjó og frost og þetta eigi bara sjást og vera aðgengilegt, meðan að Svíarnir leyfa þá þetta á að vera undir 5 cm og Norðmenn hafa brugðið svolítið á að vera meira að nýta sér söndun og söltun og slíkt. Það gott að hafa í huga að algengustu slys eru slys af völdum þess að fólk fellur, dettur og það þarf oft lítið til. Það getur verið litli kantar, það getur verið óvæntur hálkublettur sem eins og ég sagði áðan að getur skapast af bæði snjó, ís, laufi sem verður mjög hált í raka umhverfi. Þannig að almennt viðhald þarf að taka á þessum þáttum. Það þarf að fjarlægja til dæmis lauf og óhreinindi á stígum, göngubrúm. Þegar að koma í ljós vannkantar, einhverja skemmdir, það laus hella eða verði að byggja svæði, þá þarf að vara fólk við með einhverjum hætti. Þannig að það sé þá utanum byggingarsvæði eða framkvæmdarsvæði sé vel afmörkuð og merkt. Þannig að allir upplifu og finni. Þetta snýr svolítið að við þurfum að vanda okkur, við þurfum að vera með gott byggingarefni, það þarf að halda þessu vel við og það þarf ekki svo mikið til oft. Getur verið einhver lítill 1,5 cm sem getur skipt svolítið miklu upp á hvort maður stendur eða fellur. Þessi mynd sýnir svona nokkuð góða lausn á hönnun á götukassa, þar sem byrjað á að það gangstitt beggja megin við. Þetta er rúmgott, ekki alltaf sem svona gott pláss fyrir hendi. Og þarna gata það niðurtakt við gangstitt, það varúða flötur, það eru leiðalínur, það síðan sér afmarkasvæði, sér afnotasvæði, þar sem komið fyrir bæði gróðri, skiltum og bílastæðum inn á milli. Og síðan annað efnisval í aðal stíg sem breiður og með leiðarlínum þá meðfram. Sem ég glemdi að nefna líka að húsveggir og gróðurkantar, graskantar geta vissulega virkað sem leiðarlínur þannig að fólk eigi auðveldara með að ratum. Niðurstöður úr þessu verkefni munu liggja fyrir allar innan skamms og það sem við höfum verið að horfa á að það er svo mikilvægt að algild hönnun ferli. Það þarf sífellt að vera samtal og samvinna milli hópa, þeir sem hanna og þeir sem framkvæma og svo við öll sem notum að ábyrgðingu sé komið á framfæri og þannig að það sé stöðugt að bæta sig. Og það þannig sem kemur líka í ljós, menn þegar við öll sem notendur erum út af svæðinu, þá finnum við hvernig þau virka. Þá finnum við líka þegar við ætlum út að ganga að vetri til og það koma svona snjóskaflar eins og hafa verið hér undanfarið. Þá finnum maður rauninni hvaða lítið sem þarf má bregða út af til þess að allt sitji stopp. Og lítill, þar sem hann finnst lítill þegar maður horfir á þann, ætlar kannski að fara að klofa yfir skafl, þá hann ófær. Og fyrir utan að eins og ef þú ert á
ég heyrði nú áðan þetta skemmtilega orð, ekki rafskutlu heldur ellinöðru, mér finnst það alveg frábært, ekki skellinöðru, ellinöðrur og sem vissulega opnar til notkuna fyrir alla aldurshópa. En til dæmis það að komast yfir skafl á þannig faratæki ekki endilega auðvelt eða með göngugrind eða barnavagn eða hvað það sem að þú ert með og með þína hreyfigetu. En algilt hönnun og ef henni fyllt og við horfum á þá hún, hún ekki, ef hún hönnuð fyrir alla þá nýtist hún öllum. Og svo þetta með að ef við hjálpumst að þá gengur allt miklu betur og það þarf að vera þetta samtal, samvinna og jákvæð samskipti. Og eins og sjáum þarna þá kemst litla stelpan ekkert upp þarna ein en með aðstoð komst hún. Við viljum endilega biðja ykkur að skjóta inn spurningu núna eða á eftir. Nei, ekki á eftir, fyrirgeðu. Berglind verður að fara þannig að það eitthvað sem þið viljið spyrja það endilega koma því aðeins fyrst. Við viljum bara þakka kærlega fyrir áheyrn. Takk fyrir þetta. Kannski meðan að menn eru að hugsa spurningarnar þá gleymdi ég nú að þakka eða bera bestu kveðju til ráðherra. Ég þekki þetta problem með eiga tvíbura sem hún á ágætlega og svefn. Þetta maður ekki kalla kröfur aðgengi að svefni, það börn gera það ekki. En endilega ef ég má bara byrja að þakka ykkur kærlega fyrir áhugavert erindi. Það svolítið samt, það vantar Ísland inn í þetta. Hvernig sjáum við að Ísland komi þarna inn? Í hvað samhengi? Bara þá með almennilega staðla varðandi þessar eins og stíga og annað slíkt. Bara við þurfum auðvitað að fara að setja einhverja ákveðna reglu sem að væri gott að sem flesti getur fylgt eftir eftir því sem að við erum samkvæm sjálfum okkar og höfum sömu upplýsingar, þá eru fleiri sem að rata og eða þá er auðveldar að rata og ekki bara á einum stað heldur öllum stöðum. Þannig að það er mjög mikilvægt að Ísland taki bara þessa afstöðu og reyna að koma með samræmdar reglur. Og ég veit til dæmis eins og Áslaug sýndi áðan og var hún að sýna Noreg og hvað var það Stavanger? Já, að það var þótt að þeir Noregur og eins og norska veginn þeir setja sínar eigin reglur eða setja ákveðnar reglur sem samt meira leiðbeinandi en svo fer hver kommúna eða hvert sveitafélag í það líka búið til sínar eigin reglur og auðvitað getur þá stundu verið nauðsynlegt en ég held að sé samt líka mikilvægt að við reynum að vera eins samkvæm sjálfum okkar og við getum. Já, takk fyrir þetta. Ég held að þú hefur verið fyrst og svo Guðríður. Ok. Já. Annars heyrist ekkert upptökunni, sko. Það er ekkert mál. Ég heiti semst Guðbjörg Lilja og verkfræðistofunni Eflu og var bara að þakka fyrir erindið sem er mjög áhugavert og nauðsynlegt að taka þetta saman. Ég var að mynda að velta fyrir mér hvort það er tekin afstaða til mismunandi landa í verkefninu ykkar, hvort að þið myndu koma með eitthvað segja, hei, fyrir með svo Noregur hér og Danmörk hér og svo hitt með leiðilínurnar hvort að af því að það er til svona Evrópustaðall leiðilínur hvort að þið leggja einhvern veginn, gerir samanburð við það líka í þessu og þá er ég að hugsa með tilliti til þess hvað eigum við að gera á Íslandi, eigum við að fylgja einhverju Norðurlandana eða eigum við að fylgja þessum staðli? Mjög góð spurning. Þetta er bara eitthvað sem verður bara að ákveða og hefur ekki ennþá verið gert en við ákveðum að bara einskora okkur við verkefnið að bara skoða þessar norrænu reglur, ekki skoða þessar Evrópu sambandsreglurnar. En vissulega er áhugavert líka að skoða þær þannig að við kannski mögulega kíkjum á þær en maður verður líka alltaf við svona verkefni að bara ég ætla að staðsetja mig hér og ég ætla ekki að fara út fyrir það því annars verður þetta alltaf stórt.
Það Hver eru eru? samt vissulega ákveðna niðurstöður úr verkefninu og samaburður leiðir eitthvað í ljós líka þó sé ekki ákvörðun. Þá svona, þá sjáum við eitthvað. Og svo höfum við líka tekið þetta í það virðast mjög margir hanna eftir norskum reglum. En þó að það hefur ekki verið gerð úttekt á því, þá það svona fljótt á litið. Þá hafa þær verið notaðar töluvert mikið hér á landi. Já, góðan dag, Guðríður Ólafíðudóttir heiti ég. Ég ætlaði nú aðeins að koma inn á Evrópustaðalinn, spyrja það, en það óþarfi fyrst að það komið. Eitt annað, mér langar til að koma með ábendingu. Það köflóttar gangstéttir og götur eins og Borgartúnið, sem afskaplega erfitt fyrir fólk sem sjóndaburt og framkallar á stundum flogaköst hjá þeim sem eru mjög veikir. Það þarf mjög mikið að passa það að hafa ekki þessa liti saman. Langar bara að koma með þessa ábendingu. Takk. Takk fyrir það. Ég held að það verið hérna og svo Gretar og þarna, já. Daginn heiti Gísli frá landslagi. Ég veit ekki hvort það hefur komið fram, ég var bara forvitnast hvort það væri hægt að nálgast skýrsluna einhvers staðar, hún kannski á vegagerðarinnar? Skýrslan ekki útgefin en þá, við höfum ekki skilað henni en það sá dagur nálgast og þá reiknum við með því að hún verði á vefnum og tilkynntum það. Já. Það var ekki... Ég varst ekki þú fyrst? Nei, ok. Já, sé, hún það. Áslaug heiti ég, landslagsarkitekt. Mér langaði að spyrja ykkur, af hverju tóku Ísland með? Bæði hvað það smávegis í byggingarreglugerð og eitthvað smávegis til, þannig að það væri mjög gaman að sjá það tekið saman, því þetta svona út allt kannski og leitað, og líka hvað vantar, hvar eru eyðurnar, því við sjáum líka að það fullt af eyðum í reglunum í löndunum, það ekki öll löndin með reglur allt, þannig að það hefur verið mjög áhugavert að sjá það við hliðina. Ef var einhver sérstök ástæða tókuð ekki Ísland með? Aðalega bara því að, jú, það eru til ákveðna reglur á Íslandi en kannski ekki eins framsettar og það sem við vorum að skoða í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. En jú, vissulega hefur Mannvirkjastofnun gefið út leiðbeiningar en það samt ekki mikið kannski úti umhverfið mikið allavega af seinni útgáfum. Við byrjum á þessu fyrir rúmu ári síðan og ég veit að Mannvirkjastofnun hefur verið að gefa út nýtt núna og mögulega eitthvað meira þar en það hefur ekki verið mjög mikið en bara líka eins og ég sagði, við erum bara að einskora okkur við eitthvað og ákveðum að gera þetta. Kannski líka vegna þess að hvatinn sá að þegar við erum að fara að vinna saman í þessu verkefni að þá og ég ætla að leysa það ákveðin hátt og Berglind á annan hátt, þá finnum við að það er ekki það, við kunnum þetta báðar og þóttust alveg verið sérfræðingar hvor sig. En þá var munurinn bara tengdur því hvar við lærðum og hvað við höfum tileinkt okkur að því þess vegna. Við höfum vissulega haft, eða skoðum hitt, en það ekki tekið með þessu samanburði. Þannig að. Já, ég veit. Hérna fyrst. Já. Séðu Valur. Ágætu gestir, Gretar heiti ég og takk fyrir gott erindi. Mér langar að þeir voru með mynd þarna rampi sem hefði verið skutlað upp. Það var svona nánast lóðréttur. Og hann bara mjög stór, hann eiginlega bara stór hættulegur. Svona rampar mega hvergi sjást. Því að þetta bara hrein og klár slisa gildrakrakkar. Vildum svona benda á þetta. Þetta nú eitthvað sem á ekki einu bara sína einu sinni. Takk fyrir mig. Þessi mynd var kannski tekið með einmitt til þess að sína að svona til gamans þessi var skutlað upp til þess að hjálpa einstaklingi þarna upp
og síðan tekið niður. En þetta eru svona reddingar sem hafa oft verið og það eru það reddingar. Það er einhvern veginn eins og það hugsaður það eftir og æj. En auðvitað á það ekki við heldur þetta er gamalt, eldgamalt svæði. Ég heiti Valur og bý upp í Grafarholti. Þar eru víða uppbyttaðar bæði gangstéttir og öggveir. Er þetta eitthvað sér íslenskt fyrirbæri eða finnst þetta líka á hinum Norðurlöndum? Það sé svona uppbyttað. Við höfum séð það í aðeins en í mjög litlu mæli og ég hef rekist á það á litlu svæði í Noregi. Og þá var það eiginlega tengt að það var svo mikill hallið að viðhald var erfitt öðruleiti. En þetta bara, auðvitað, kannski líka mikið dýrara heldur en hér. Við erum heppin. Það getur notað snjóbræðslu. Þú séð þetta? Ég sá nú kannski ekki fleiri hendur á lofti eða... Jú, Halldór sagði. Já, komið sæl og takk fyrir gott erindi. Það sem ég fannst áhugavert að heyra þegar voru að tala að þau voru svolítið að tala þetta aðgengi fyrir okkur öll. Og það finnst mér kannski vanta svolítið þegar við erum að velta þessu fyrir okkur aðgengismálunum. Það er einhvern veginn að við áttum okkur á því að þetta varð alla og ég held að hann hefði dáið. Og það fannst mér svo eiginlega gott að heyra að þið voruð að hugsa svona að það sem verið gert að það mundi gagnast öllum og ef maður einhvern veginn, ég horfi kannski alltaf út frá aðgengi, út frá þetta ég er blindur en vissulega er það miklu stærri hópur sem getur nýtt sér aðgengislausnir sem hentar blindum og sjónskertum eins og stórir stafir, það er til dæmis eldra fólk sem þurfa á því að halda eða upplyftar línur til dæmis á stigapöllum að það er ekkert bara blindir og sjónskerti sem eru að detta í þessum tröppum og við vorum nú að ræða borðið áðan til dæmis þessi stigin í Hörpunni, þarna ný hönnun, stór hættulegu stigi og það er ekkert bara blindir og sjónskerti sem eru að detta í þessum stiga heldur bara almenningur og það finnst mér svona dæmi til dæmis slæma hönnun á nýbyggingu, hvað til dæmis stigin í Hörpunni er óaðgengileg fyrir okkur öll. Já, mátti ekki tala lengi. Takk fyrir. Ég vildi bara koma þessu framfæri. Mér finnst flott hvernig þið talið aðgengi fyrir okkur öll. Takk. Síðan hún skokkað með þetta. Þetta í góðu formi. Svona. Það verður svo eftir daginn. Eftir daginn. Góðan daginn, takk kærlega fyrir flott erindi. Ég heiti Ásta Kamil og er landslagsarkitekt. Ég aðeins spurningi frá henni Áslaugu Katrínu, mjög góð með að taka Ísland inn í þessu úttekt. Og svarið þegar ég hef verið að hanna og vinna svona góða aðgengi fyrir alla, að þá hef ég notað svolítið mikið aðgengi fyrir alla sem Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins gaf út. Hefði ekki verið hægt að nota það sem viðmiðunar? Jú, auðvitað. Og við höfum líka skoðað það, Já. En eins og segir við ákveðum að einskora okkur við þetta, að bara skoða Norðurlöndin og það var aðalega bara út af því að það er það sem við höfum lært. Okkur langaði til að sjá hvað væri líkt og ólíkt, en vissulega hefði líka verið áhugavert að setja þær reglur sem eru í sem voru að tala um. Já, ok, takk. Og í rauninni, hvaðin er þessi, við förum að stað með þetta og þá erum við að horfa á alltaf að það er baka hvað mundi nýtast best hér og þá ber maður það saman og horfir að þó það sé ekki hluti af úttektinni sjálfri. Þá vorum að taka úttekt hvað er þarna, hvernig virkar það, svo sér maður sér hvað hefur verið notað hér þó það sé ekki og sér að það er alls konar.
það er alls konar sko. Takk fyrir þetta. Það er spurning ef að norsku reglurnar eru teknar upp hvort að þetta var syngjaður svona eins og norskuna eða vera með hennan æðislega háa framburð. Það er talað um kartöflu framburðum frá Danmörku. En ég held að við séum bara nokkuð góð með þetta erindi. Við þakkum kærlega fyrir. Takk sem leys. Og takk fyrir spurningarnar. Takk.